Svo sagt af Grími loðinkynna að hann var bæði mikill og sterkur og hinn mesti garpur, því var hann loðinkynni kallaður. Að kinn hans önnur var vaxinn með dökkt hár og með því var hann alinn. Hann réð og nálega einn öllu allt Hálóaland. Haraldur, marga vetur síðan ekkert ræð við vor. Sama get ég kvæmt. Lofthæn ætla ég að stíga á né. Samþykki veiti þér vor. Var það af ráðum ráðið og skyldi hann sækja brúðhlaupið haustið. En 7 nóttum fyrir hvarf Lofthæna burt. En hann kom til brúðhlaupsins, saknar hann vinar í stað, brúðurinn var í burtu og þóttist hann þá vita að faðir hennar olli þar engu Grímur loðinkinni bjóst þá heiman og fór á ferju sinni við 3. mann. Hann hélt norður fyrir Finnmörk og svo austur til Gandvíkur og hann kom í víkina sá hann að þar var nógu veiðifangi. Setti hann þar upp skip sitt og gekk síðan til skála og kveikti upp eld fyrir sér. Ég sauma húnið kleima. Gott. Hver hefur gjört þér þetta, Feima? Það hefur Grímur loðinkinni gert. Og því veldur Grímhildur, systir mín, og henni flest til mennta gefið. Þá mætti Feimu blóðrás og féll hún dauð niður. Í því gekk Grímur inn í helli og hjó til Hrímniskarls svo hart að af tók höfuðið. Þá spratt hirjakerling upp og rann á hann og tóku þau að glíma og var af þeirra atgangur bæði harður og langur, því hún var hið mesta tröll. En Grímur var rammur að afli, en þó lauk svo að hann brá henni á loftmjöl svo hún féll. Hjó hann þá af henni höfuðið og gekk af henni dauðri, fór síðan til skála síns. Veistu eigi að ég á hér reka alla? Eigi veit ég það, en hversu sem þá höfum við að helmingi. Æ, strákar, ekki bara splitt, segja það. Ha? Byrjað. Eigi vil ég það. Skulu gera annarkort, ganga frá hvalnum, ella munum við berjast. Byrja. En hann hafði eigi lengi legið, sá hann hvar konan gekk, ef svo skyldi kalla. Hún var eigi hærri en 7 vetra gamla stúlkur, en svo digur að Grímur hugði að það myndi eigi geta fellt hana. Hún var langleit og harðleit, bjúgnefið og baröxluð, svartleit og seifilkinnið, fúlleit og framsnúin. Harðalega ókysli þóttu hún honum vera, því að hortingullin hékk ofan fyrir kottana á henni. Viltu þiggja mér líf? Varla kann ég það, svo ámátleg sem þú ert, eða hvert nafnið þitt? Ég Geirríður Gandvíkur ekkja, máttu það ætla að ég hér nokkur ráðandi víkina og ger þig greiða í öðru hvoru. Það fornt orð að frekur hver til fjörsins, og mun ég það kjósa að þiggja líf af þér. Nú ertu hér komin og vil ég að þú launir mér og ég barg þér og bar hingað og kissi mig nú. Það má ég engan veg gera, svo fjandleg sem ég lýst nú á þig. Þá mun ég enga þjónustu þér veita og sé ég að þá ertu skjótt sem dauður. Það mun þá þó vera verða þó að mér sé það mjög í móti skapi. Nú hefur kortsækja okkar vel, ég gaf þér líf fyrir öndverðu en þú komst mér ánægðum. Hversu komstu hér? Eða með hverju móti hag þinn? Í þessari ánægðu vera alla þína ævi og aldrei úr komast, nema nokkur mennskur maður játi þér þeim 3 hlutum sem þú beiðir, sem ég veit og enginn mun vera. Sá hinn fyrsti að þiggja af þér líf, sá annar að kissa þig og sá hinn þriðji að byggja eina sæng og þú sem öllum munum fyrst fara. Stjúpa mín Grímhildur hneppti mér í þessi ánægð. Fara nú Grímur og Lofthæna heim til Gríms og halda bröllupið. Grímhildur var tekin af lífi fyrir gjörðir sínar.
Litlu síðar eignuðust þau dóttur sem Brynhildur hét. Hún var hinn fegursta mær. Þegar hún var 12 vetra gömul bað henni maður Sörkur hét. Hún vildi ekki ganga með honum og fyrir það skora Sörkur Grím á Hólm. Kom Sörkur til Hólmsins við 12. mann. Þar voru allir berserkir. Gengu þar á Hólm og átti Grímur fyrr að höggva. Sá hét Þröstur skildihjalt fyrir Sörku. Grímur hjó svo mikið fyrsta högg að hann klauf skjöldina að endurlauku, en sverðið nam vinstri öxl á Þresti og snitti svo þvert manninn í sundur fyrir ofan mjöðmuna hægri og hljóp svo sverðið í lærið á Sörka. Það tók undan honum báða fæturnar og féll hann dauður niður. Grímur snýr að þeim 10 eftir og fyrr en varið voru þeir allir drepnir. Fór nú Grímur heim til að taka við búi föður síns og var hann hinn mesti búrisnumaður. Grímur fór til Íslands og nam Grímsnes allt upp til Svínavatns og bjó í Öndunarverðarnesi 4 vetur en síðan að Búrfelli. Grímur féll á Hólmi undir Hallkelshólum fyrir Hallkalli, bróður Ketilbjarnar að Mósfelli, og lýkur hér sögu Gríms lóðinginna. Illa fer nú fyrir þér að gleyma þessu. Veistu Eigi að ég á hér reka alla? Eigi veit ég það. En fokk maður! Þetta er ekki hægt maður. Eigi veit ég það. Eigi veit ég það, en hversu... Veistu Eigi að ég... Nei, ég segi það. Ok. Nei, ég er Grímur. Já, ég er hér. Ég byrja á það. Er þið Ég það skæfti? Veistu Eigi að ég hér reka alla? Eigi veit ég það, en hversu sem er, þá höfðum við helmingi. Hvað er það að taka? Af hverju? Bara gaman. Fuck off. Fuck off, sincerely. Ok. Krefur til. Let me get my good side, Eigi. Nei. Það mun þá þó vera, býttu nú við.